CSS, það fylgir á eftir HTML og það það sem við tókum eftir HTML umfjöllun okkar. En CSS orðið mjög kunnuglegt okkur og við veitum að það Cascading Style Sheets og það þessi Style Sheet Language sem lýsir framsetningu á skjali sem skrifið í einhverju markup language og þá helst í okkar tilfelli HTML. Og það hannað með það að markmiði að aðskilja efni alveg frá útliti. Það staðlað að W3C, alveg eins og HTML, og CSS 2.1 kom út 2011 og CSS Level 3 eða CSS 3 unnið sem svona módúlar ofan á þessa fyrri útgáfur, CSS 2.1 og 1 og yfirleitt bara að tala um þetta sem CSS. Og þetta svona kannski það sem þið takið alveg frá þessu, CSS einfalt en það ekki auðvelt, ekki sammála því. Þetta ekkert voðalega flókin málfræði en leið að við förum að bæta saman allir þessum konseptum það hvernig við búum til útlit þá var þetta hratt flókið og ekki nú sammála eftir að tekið þetta svolítið að CSS frábært. CSS frábært. Þið bara eftir að læra að meta betur og betur eftir því sem við vinnum meira með það. En við tengjum það við HTML á þrenna vegu. Við getum vísað í CSS skrá sem svona okkar svo aðferð sem við viljum helst nota. Svo getum við notað svona style blokk í style elementinu, helst í head. Og svo getum við notað style attribute á element, en það alls ekki æskilegt því að þá erum við bara að binda útlitið okkar beint við markupið okkar. Málfræðin í CSS samanstendur af reglusettum sem samanstendur af selektorum, skilgreiningum og við getum sett athugasemdir innan þessara hana og selektorarnir, þeir aftur svona, þetta einfalt koncept en þetta getur orðið svolítið flókið. Selektorar svona strengur sem lýsir því hvaða element við viljum að taki við skilgreiningur sem síðan eftir fylgja. Og selektorarnir skiptast í 6 flokka og við getum tengt á saman á 4 vegu. Og flokkarnir sem sagt type selector sem þegar við viljum fá eitthvað ákveðið element, til dæmis P. Universal selectorinn sem stjarna, hann velur öll element. Attribute selectorinn sem velur element eftir attribute og innihaldi þess ef við viljum. Class selector sem velur element eftir hvaða class attribute það sá selector sem við höfum notað mest og hann notar punktinn. Og svo ID selector og hann notar hérna octothorpe og svo erum við með gerviklasa sem eru pseudoclasses og þá notum við tvípunkt. Gerviklasar eru sett dýnamískir, þá getum við búið til reglu sem ákvarðast af því hvernig búið að eiga við síðan okkar eða hvort búið að smella á eitthvað eða heimsækja einhverja linka eitthvað svoleiðis. Og ef við notendur að sveima yfir einhverju elementi eða velja þau á. Og svo erum við með gerviklasa fyrir uppbyggingu. Og þá þetta með þessu first child, þá getum við valið fyrsta barnið undir einhverju eða fyrsta stafinn eða fyrstu línuna eða eitthvað svona. Þetta svona einhverju hluti sem við getum ekki auðveldlega markað upp með einhverjum elementum. Síðan þegar við tengjum saman selektora, þá getum við notað bil, þetta bara eitt bil. Það segir þá að seinni selektorinn í raun afkomandi fyrir selektorsins. Ef við viljum ekki hafa í raun að það sé einhver afkomandi, heldur bara strangt barn, þá getum við notað stærri en selektorinn, strenginn, stafinn og þá verður seinni selektorinn vera akkurat barn fyrir selektorins. Ekki eitthvað afkomandi, heldur verður að vera barn, fyrsta barn. Svo erum við með plus og þá það systkini, en það segir veldu element þar sem seinni selektorinn systkini sem kemur beint á eftir fyrir selektorinu. Og síðan almenni systkina selektorinn og það tilda, en það velur sem sagt systkini sem einhvern tímann á eftir fyrir selektornum. Og með þessum 6 selektorum, þessum 4 leiðum til að tengja saman, getum við valið hér bil, eiginlega bara allt sem okkur dettur í hug og getum myndað öll þau útlit sem okkur langar til.
Síðan erum við með at-reglur í CSS. Það er leyfa skilgreiningar á auka upplýsingum. Það getur með náði í einhver önnur skjöl og það getur verið með svona hreiðruð gildi. Það náttúrulega sáum við sérstaklega þegar við fórum að skoða responsive. Það þarf við með media queries sem að skilgreina í raun einhverja reglur sem eiga til hvernig í raun mediað okkar er. Þá er okkar til raun helst skjástærðir og svoleiðis. Svo erum við með at-support sem eru svona feature queries sem leyfa okkur að velja að keyra eitthvað ákveðin CSS-kóða ef og aðeins ef hann er studdur af vafranum sem er að passa CSS-ið. Gervi-element leyfa okkur að velja parta einhverju elementi sem við annars gætum ekki og þau eru með þessum tveimur típunktum, before og after. Þá getum við búið til nýja element fyrir aftan eða fyrir framan öll element og getum notað þau til þess að ná fram einhverju sem að annars myndi krefjast aukins markups eða first letter er first line. Villumeðhöndlun í CSS er frekar svona léttvæg og okkur eru fyrirgefnar allar minniháttar villur, til dæmis ef okkur vantar eitthvað í yfirlýsingarnar okkar, en þá náttúrulega eru það samt ekki, þær eru ekki framkvæmdar, þannig ef okkur vantar semikóma aftast í einhverja yfirlýsingu þá er allt bilað þá til að kemur semikóma sem ég hef kannski ekki ykkur á. Eða ef við notum heiti á einhverju eigindi sem er óþekkt, notum font size án bandstriks, þá er það ekki að sama font bandstrik size sem er eigindið fyrir stærð leturs. Og þá er yfirlýsingin öll hunsuð og haldið áfram að næstu réttu yfirlýsingu. Meiri háttar villur, ef við gleymum að loka reglusettum þær valda því að það er stoppa frá þeim stað sem eiga sér stað. Þannig að við fáum kannski bara hálft CSS okkar ef við klúrum einhverju í miðju skjalinu. Shorthand er þetta hugtak þegar við erum í einni yfirlýsingu að skilgreina fleiri en eina og er þá til þess að stytta okkur leið og getum notað til þess að sleppa við að skrifa jafnvel 4 línur með því að skrifa eina og getur gert CSS lesanlegra. En þegar við notum shorthand þá erum við oft á tíðum að gefa þá erum við að nota sjálfgefin gildi í einhverju því sem við sleppum. Þannig að ef við skilgreinum background, shorthandið, þá erum við að fá sjálfgefin gildi fyrir sum af þeim eigendum. Og það getur valdið okkur vandræðum ef við gerum ráð fyrir því að eitthvað annað eigi við en sjálfgefna gildið setur. Þannig að ef við erum með til dæmis tvær yfirlýsingar, önnur sem setur eitthvað background color og svo önnur sem setur background, þá setur background transparent sem yfirskrifa background color hjá okkur. Dæmi með margin, og þá er það þetta eins og klukkan. Fyrsta gildi er top, næsta gildi er hægra megin, þriðja gildi er bottom og seinasta gildi, fjórða gildi er vinstri. Síðan erum við með ákveðin gildi í CSS og litir er eitthvað sem við notum frekar mikið. Þá getum við notað lykilorð og við notum þau, viljum helst ekki nota þau því að þau eru ekki jafn nákvæm og skilgreina nákvæma liti. Nema þegar við viljum transparent, þá getum við notað það til að fá alveg gegnsæjan lit. RGB gildi getum við skilgreint með þess að hexadecimal skilgreiningu sem er þá octothorpe, þessi hér, eða með RGB, þessi hér, og þetta er þá skilgreinir bæði frá rauðan, grænan og bláan frá 0 og upp í 255 og svo getum við notað HSL. Síðan getum við verið með tölur í CSS, og þá sérlega heiltölur og rauntölur með því að setja punkt og prósentur. Við erum með lengdir sem eru svona kannski það sem getur verið svolítið að koma að höstum á þessu ritunum í raun lengdir og svo hlutfallslegar lengdir, nákvæmar lengdir og hlutfallslegar einingar. Við notuðum þegar við vorum með nákvæmar einingar, notuðum mest pixla og hlutfallslegar einingar og svo auto sem leyfir þá vafra að reikna lengdina sjálfkrafa eftir einhverjum fyrirframgefnum reglum. Þess að with auto eða margin auto, það getur miðjað eða látið hluti fylla út í eða ekki það pláss sem þeir hafa. Síðan eru hlutfallslegu einingarnar, þær eru tvenns-konar. Það eru letur hlutfallslegu einingarnar og skjáprósentu einingarnar og letur hlutfallslegu einingarnar eru þegar við erum að nota EM
og þá eru náttúrulega útreikningar á því sem geta verið smá ruglingslegir, en að þeir í raun horfa til fyrri skilgreiningar á letustærð í raun upp dómtréð, en skjáprósentueiningarnar horfa á það hversu stór skjárinn okkar eða viewportið Þá erum við með VAF-H og VAF-2-vaff sem þá viewport height og viewport width, og það í raun frá einingar frá 1 upp í 100, 1 verandi 1/100, 100 verandi allur skjárinn. Síðan þurfum við búin að skrifa alls konar selektora, og þeir eru margir hverjir að benda á sama elementið. Þá kemur sértæknin til sögunar, en hún segir okkur hversu sértækur ákveðin selektor og það reiknað með því að fylla út í þetta A, B, C, D þar sem að A 1 eða 0, 1 eða skilgreindi stæl, B fjöldi ID-selektora í selektornum, C fjöldi attribute-selektora á gerviklasa, D fjöldi elementa og gervi-elementa. Svo þessu skeytt saman í tölu sem sértækni. Og hún segir til það hvenær eitthvað hversu sértækur selektorinn og eftir því sem hann sértækari með hærri tölu, því þá tekur hann forgang yfir aðra sem að velja sama dót. Og þá einmitt hvernig síðan þetta valið, og það í gegnum cascadeið sem cascading style sheets. Það þetta flóð sem hann notað til þess að finna út úr því hvað á að vera fyrir hvert. Og það virkar þannig að við erum með skilgreiningar sem geta komið frá 3 stöðum, frá user agentnum, sem tækið eins og vafrinn sem við erum að nota, eins og Chrome, frá notanda, svo að ég sem einhver sem með að nota Chrome, ég get farið í stillingar í Chrome og ég get sagt vertu með alla texta, til dæmis svona stóra eða svona litla, og svo frá höfundi sem erum við sem vefforeldrar að skilgreina CSS sem á vefnum. Og þegar þetta allt komið, pluss sértæknin, þá fáum við í raun þennan algoritma sem að skilgreinir hvaða reglur verða ofan á fyrir hvert element, og þeim raðað eftir skilgreiningum user agents, skilgreiningum notanda, höfundar, skilgreiningum höfundar merkta með important, notanda merkta með important, síðan eftir sértækni og síðan eftir skilgreiningaröð. Þannig að user agent kemur hérna fyrst, notandi, höfundur, og svo sértækni innan þeirra sem að velja sama, og ef það í raun sama sértækni gildið fyrir eitthvað element eða eitthvað selektor, þá í raun seinna skilgreindur selektor verður ofan á. Þannig að þetta getur skipt máli hvernig við skrifum selektorina okkar og hvernig við röðum þeim eftir því hver notaður. Important sem sagt getur ýtt skilgreiningum upp listan, hunsar sértækni þannig séð, nema innan í raun hluta sem skilgreinir eins, sömu gildin, og yfirleitt ekki góð hugmynd. Þetta veldur vandræðum þegar við förum að vinna í teymi eða þegar við erum að vinna bara með sjálfum okkur og erum í raun búin að gera eitthvað á einu stað við important og annar staðar ekki. Þetta svona svo að nota sleggju þegar skrúið hefur virkað. Þetta lagar kannski það sem að, en þetta gerir í raun verkefni mun erfiðara í viðhaldi og þess að þar. Nota klassa sem með hidden, sem felur eitthvað. Já. Já. Jú, sem þetta nota svona generiska klassa og það í raun svona önnur svona style system, svona eins og við skoðum BEM, sem er svo suit CSS, sem að byggir mikið á því að vera með svona generiska klassa. Þar sem þú ert kannski með eitthvað sem heitir U-bandstrik eitthvað sem svona eitthvað sem á að vera universal með minnir, og þá það ofta að nota important. Þá það svona verið að nota important af ástæðu og í raun innan einhvers svona framework sem segir okkur hvernig við notum það. En þetta hefur allt, getur allt svo sem verið notað, það bara að við vitum hvernig þetta virkar og notum það af ábyrgð. En síðan
þegar við erum búin að finna út í raun hvaða reglur verið að fara að beita á elementinu okkar til þess að búa til útlitið okkar, þá þarf oftast að reikna út eitthvað gildi. Og þá erum við með eitthvað skilgreint gildi sem getur verið 10 pixlar eða 100 WH eða 50%. Og þá ef við fáum eitthvað gildi úr kaskettinu, úr flóðinu, þá notum við það. Annars höfum við erft gildi sem til dæmis eins og stærðin á litri eða litur, það er erft og það er þá skilgreint eftir hvernig inheritance virkar á því á þeirri reglu. Og annars höfum við eitthvað upphafsgildi, en allir hlutir hafa upphafsgildi skilgreinda í spekknum frá bara W3C og þá fáum við einhver gildi út og síðan þurfum við að reikna þau. Þá er reiknað út úr hlutfallslegum gildum eins langt og hægt og það getur þýtt að við vitum að þetta er 50% af einhverju foreldri sem er líka 50%, en þá þarf fyrst að reikna út hvað foreldri er áður en við getum reiknað út nákvæma gildið okkar. Og það er síðan þetta notaða gildi þegar það er búið í raun að reikna allt í gegn og leysa úr öllum gildum, þannig að við vitum í raun hvað allt er stórt. Þá fáum við nákvæm gildi og síðan höfum við einhver raungildi. Þá er það til dæmis að við getum ekki verið með border sem er 0,1 pixel. Það er alltaf rándað upp í 1 pixel. Þannig að það eru þessi raungildi sem eru notuð. Ok, þannig að þetta er svona hvernig í raun við skrifum CSS og hvernig það er ákveðið hvað og nota hvar. Og síðan er í raun bara gomma af einhverjum skilgreiningum sem við getum skilgreint. Box-módelið, það svona í grunninn lýsir því hvernig rétthyrnd box fyrir element eru mynduð. Og þá er það þetta í raun, við erum ekki bara með eitthvað content, heldur erum við með utan það eitthvað padding og utan það eitthvað border og frekar utan það eitthvað margin sem við getum notað til að ýta þessum boxum til og frá á skjánum. En margin er ysta lag boxins með einhverja skilgreinda lengd sem við gefum og það getur við skilgreint með margin top, right og svo framvegis. Það getur verið neikvæð tala og þá dreigið boxið upp, niður, vinstri, hægri út frá þeim stað þar sem það er staðsett. Ef við setjum vinstri og hægri margin sem auto, þá er elementið miðjað innan foreldrisins, svo lengi sem það fyllir ekki upp í foreldrið. Border er síðan næst ysta lag boxins og við skilgreinum það sem jákvæða tölu, í raun að við getum ekki verið með neikvætt border, við getum bara verið með border sem fyllir upp í að minnsta kosti 1 pixel. Og við getum breytt í hvernig stíl borderið okkar með border style, hvernig það er á litin og svo getum við notað í raun border shorthandið og það er yfirleitt notað til að skilgreina breytt stíl og lit. Síðan er padding sem er næst innsta lag boxins og það segir í raun bara hversu langt frá borderinu er efnið síðan inn í boxinu og það er ekki möguleiki að setja það sem neikvætt gildi. Og það hefur shorthandið sem margin og fær þann bakgrunnslit sem er skilgreindur á boxinu eða elementinu, þannig að það hefur sama lit og efnið inn í því. Síðan er raun efnið inn í boxinu, það fær einhver ákveðna breidd með width og height og það getur verið með hlutfallslega stærð með foreldra og þið hefur kannski lent í því en við ættum að forðast eins og við getum að setja einhverja fasta hæð á element eða box af því það getur valdið mjög leiðinlegum verkefnum þar sem við erum að reyna að láta þetta passa allir með sem við erum að gera responsive og við erum allir með minna box þá erum við með fasta hæð þá þarfum við að fara að breyta hæðinni á sama tíma og þetta verður alveg algjört rugl. Þannig að efni ætti að stýra hæð á boxi og ef við setjum width auto eða height auto þarna þá látum við vafran finna út úr gildinu sjálfkrafa sem er svona það sem við viljum yfirleitt gera nema við séum eitthvað verkefni þar sem við þurfum að gera eitthvað sem að lætur það passa inn í eitthvað svona stærra útlit. En síðan reiknum við út úr width-boxins og þá leggjum við saman á lóðrétt og lárétt allar stærðirnar, sem margin, padding, border og breidd og hæð og fáum þá út í raun það pláss sem boxi tekur. Og með þessu getur verið erfitt að blanda saman hlutfallslegum og nákvæmum stærðum en eins og við sáum þá er box sizing border box lagar þetta þannig að það verður miklu auðveldara að eiga við boxin þá sérstaklega
hvaða border og hvaða padding þau hafa án þess að það hafi áhrif á heildarstærð þeirra. Þannig að þá notum við yfirleitt box sizing border box þegar við erum að vinna með boxa því að það einfaldar og gerir þessi reikninga meira svo við höldum að það virki. En síðan þetta þegar við vinnum með CSS þá þetta svona grunnpælingin. Það langt flest rétthyrnt box og við þurfum í raun að gera eitthvað til þess að breyta því úr að vera rétthyrnt box í að vera eitthvað annað. Síðan höfum við í CSS 2.1 Visual Formatting Model sem svona grunnurinn sem var lengi til, það eina sem við notum til að búa til útlit á síðum og það skiptist í þessa 4 hluti, þess að box í eðlilegu flæði sem þá annaðhvort block eða inline sem við stýrum með display eigindinu, display block, display inline block og það segir til hvernig það hafa sig eðlilegu flæði. Síðan getum við staðsett nákvæmlega með position eigindinu og síðan getum við notað float til þess að láta box fljóta til og frá. Og svo höfum við þriðju víddina sem kemur inn það þegar við förum að positiona hluti hugsanlega ofan á hverjum öðrum. Eðlilegt flæði, það þetta sem bara áður en við förum að breyta eitthvað á útlitinu. Staðsetning, þá getum við notað static, relative, absolute og fixed og svo núna nýlega sticky sem áhugavert, skemmtilegt. En static þetta eðlilega flæði og sjálfgefið á öll element nema við breytum því. Relative, hvernig það hlutfallslegt í eðlilegu flæði og það mitt skilgreinir ásamt absolute, containing block sem skiptir máli þegar við erum að fara að raða hlutum innan annarra hluta eða boxa innan annarra boxa og fixed sem skilgreinir í raun fixed út frá skjánum eða glugganum. Og sumir útreikningar miða við það að við höfum eitthvað containing block eins og til position absolute og position relative og það getur verið í raun mikilvægt að búa til rétt containing block á réttum stað til þess að þetta virki allt saman rétt. Þriðja víddin síðan þetta stacking order sem segir til í raun hvað fer ofan á hvað og við getum átt við þau með seta index sem setur stacking order eftir okkar eigin höfði. En það getur síðan stacking order, buggar og vandræði eru þeir leiðilegast til þess að díla við í CSS. Þannig að það best að hafa þetta mjög í huga að passa sig þegar maður fara að vinna með svona mjög nestaða hluti. Þetta með menu sem birtist ofan á einhverju en svo getur við með modal glugga sem kemur og þetta getur orðið því ég eftir að lenda í þessu. Floats eru síðan skilgreind með float sem sjálfgefið none á öllum elementum en annars getur settur left eða right. Þá fleytum við elementum eftir því hvar þau eru staðsett í eðlilegu flæði á þeim tímapunkti sem þeim gefið float. Og síðan ef ekki nóg pláss þá ýtast þau niður fyrir þau element sem eru í raun floatu með þeim. Og svo getum við hreinsað í kringum float með clear eigindinu. Og í dag ættum við ekki að vera að nota float til að stýra útliti svona almennt. Þetta meira til þess að eiga einhvern veginn við hvernig efni, hvernig myndir til dæmis inn í einhverju efni. Progressive enhancement pælingin þessi hugsunarháttur að byrja á því að láta hlutina virka og bæta síðan við virkni eins og stuðningur til staðar og þá að byrja einfalt, byrja bara með HTML sem virkar, bæta síðan núna CSS, bæta síðan við nýrri virkni í CSS og svo framvegis, en á hverjum tímapunkti virkar þetta og við getum notað efni sem til staðar. Fallback gildi eru það þegar við erum með eitthvað ákveðið gildi sem að viljum nota einhverja nýja virkni eins og kalk eða background gradient eitthvað svoleiðis, en við erum ekki vissum að það sé allstaðar stutt, þannig að við gefum eitthvað fallback gildi og þá getur það verið til þess að við segjum with 99% annars kalk 100% mínus 10 pixlar, eitthvað svoleiðis. Eitthvað sem að lætur þetta í raun virka. Þetta minna relevant í dag en það var. Svo höfum við vafraforskeyti og það þá þegar við erum í raun að nota einhverja virkni sem ekki að fullu studd í öllum vöfrum og í dag er svo lítið bætt við en það þarf ennþá að nota þetta til dæmis fyrir Internet Explorer 11 sem ennþá vafri sem notaður og EET sem einhver leiti ef við ætlum að nota til dæmis Flexbox þá þarf þetta til þess að það virki rétt og
Við getum sett upp svona sjálfvirkt tól eins og auto-prefixir sem gerir þetta bara rétt fyrir okkur. Við skrifum bara út frá staðlinum, segjum bara flexbox, okkur alveg sama og notum eitthvað tól sem galdrar fyrir okkur réttar prefixaða línur. Shim og polyfill síðan þegar við bætum við einhverjum kóða til þess að fá fram einhverja virkni sem ekkert endilega til staðar í öllum vefrum og þetta til dæmis við getum polyfillað fetch sem við skoðum hérna aðeins sem í staðinn fyrir XML HTTP request og þá það eitthvað svona kóði sem við hendum inn á síðan okkar og lætur aðra virkni virka. Ok, svo leturgerðir. Við fórum og æðum okkur aðeins í því hvernig við getum í raun breytt texta á síðanum okkar, breytt leturgerðum úr þessum almenn og þessum nota þessar leturgerðir eins og serif og sans serif letur og font family skilgreinir hvaða leturgerð og þá setjum við í raun í einhverja röð hvað eru leturgerðir sem við viljum, byrjum að þeir sem við viljum helst nota og svo förum við niður listan. Font style, font variant og font weight, alls konar skilgreiningar sem við getum gert til að hafa áhrif á það hvernig letur birtist. Svo getum við náðið okkar eigin leturgerðir og skilgreint með reglunni font face og það eru ekki allir vafrar sem skilja nýjustu tegundirnar af hvernig fontar eru geymdir eins og WOF eða WOF2 og þá í rauninni mjög gott að nota eitthvað svona þjónustur sem við bara segjum hey, við erum að fá þessa leturgerð eins og með Google Fonts og þá fáum við bara einhverja reglu eða einhverja slóð sem við síðan setjum bara inn í HTML-skjalið okkar og sækjum þetta og fáum þetta rétt þannig að það virkir fyrir sem flesta en notum samt alltaf fallback með eitthvað letur sem við treystum. Svo getum við átt við bakgrunni og liti og við getum sett background color og background image til þess að setja myndir inn í CSS-ið okkar og background image eina leiðin okkar til þess að taka einhverja myndir og setja á skjáinn þannig að background image það sem við höfum notað til þess að búa til svona einhverjar svona header myndir og myndir sem í raun bregðast við í hvernig vefurinn okkar hvort hann sé í stórum skjá eða litlum skjá, hvort að myndin sé í raun stakkuð upp eða minnkuð niður og svo framvegis. Svo höfum við gegnsæi, en við getum nota bæði gegnsæi liti með því að nota RGBA, þá A-ið þarna, ef við erum ekki með A-ið þá erum við bara skilgreina solid lit, en A-ið stendur fyrir alveg það allavega segir alpha channel, sem þá frá 0 upp í 1 og alpha channel 1 segir þetta ekki gegnsætt og 0 segir þetta sé að fullu gegnsætt. Þannig að við nota það til þess að stýra gegnsæi litum og svo getum við nota opacity til þess að stýra gegnsæi alls efnis í boxi, textans, myndarinnar og alls bara sem þar inni. Ekkert gegnsætt eða algegnsætt. Svo hefur við object fit sem við getum þá notað eins og með background myndum til þess að stýra því hvernig allt element inn í einhverju elementi haga sér. Þá höfum við notað það til þess að fylla upp í með myndum og svona til þess að láta hlutina líta rétt út þó svo að þeir endilega passa ekki. Síðan flex og flexbox það sem mjög mikið núna notað til þess að búa til og eiginlega bara það sem við ættum að nota í langflestum tilfellum til þess að vinna með útlit. Þá notum við display flex eða inline flex til að skilgreina að foreldri sé flex container og þegar við gerum það við eitthvað element þá í raun öll börn hans verða af þessum flex items og flex items breyta því, þau hafa í raun aðra reglur það hvernig sumir hlutir virka þess að margin á flex items virkar í raun á alla kanta þannig að það auðvelt að taka eitthvað element inn í einhverju flex container og miðjan algjörlega nákvæmlega í miðjunni á bóksinu og við getum breytt í hvernig þessum flex item raðað með því að eiga við order og þá getum við bæði láta eitthvað element birtast seinna eða fyrr með því að nota neikvæðatölur og síðan höfum við þessa ása sem við notum síðan til þess að
raða þessum flex itemum á innan flex itemsins, flex containersins, og þá höfum við í raun þennan main axis og cross axis, og svo höfum við skilgreiningar á því hvernig þessi element fara þarna inn, og við getum áttið þetta sjáum það til. Svo erum við með þessar flex línur. Það er í raun þegar við erum með þennan aðalás og við erum hendum flex itemum inn á hana, og ef við gerum ekki neitt, breytum ekki neinu til, þá er í raun öllum flex itemunum bara tróðið á main axis án þess að það sé í raun nokkuð sem flæði niður. En ef við skilgreinum flex wrap sem wrap, þá segjum við að ef það er ekki nóg pláss fyrir flex item í þessu flex á main axis, þá er ég að búa til nýja flex línu sem fer þá í raun fyrir neðan og áfram, alveg þangað til að bara öll flex itemin eru komin í flex containerin, og þetta getur verið 1, 2, 3 eða bara n línur, og þá getum við síðan átt við þau með þessum hérna með align items. Það stýrir því hvernig línurnar á cross ásnum haga sér, sem er þá í raun, ef við gerum ekki neitt til þess að breyta, þá er það þessi hér, en svo munum við getum sagt flex direction í column, þá breytum við því þannig að þá snúum við þessari mynd í 90 gráður, þá verður cross axis hér, main axis, og main axis hér, cross axis, sem er í raun ástæða fyrir því að þetta er ekki skilgreint bara sem x og y, af því að þetta getur breyst. Fyrirgefðu. Flex flow og flex direction. Flex flow segir í raun úr hvaða átt ertu að koma, ertu að fara frá í raun vinstri til hægri, hægri til vinstri, og direction í raun ertu að fara column eða row. Nei, flex direction, column, flex flow, ég man ekki, flex flow. Það er í raun flex direction er column, column reverse, row, row reverse, sem segir til hvort það fer. En svo getum við skilgreint í raun justify content, og er þá hvernig flex itemum er raðað á aðalásinn, og align items, hvernig þeim er raðað innan línu á cross ásinn, og align items hvernig þau lína á cross ás. Svo getum við átt við að hvernig flex itemin taka stærðir með því að gefa þeim flex gildi, og það er í raun shorthand fyrir 3 gildi, flex shrink, flex grow og flex size, ef mig minnir. Og við ættum alltaf bara að eiga við flex, nema við veitum nákvæmlega hvað við erum að gera. Og þá getum við gefið til dæmis flex sem einhverja tölu, sem er þá hlutfallstalan. Þannig að ef við segjum öll flex item eru með flex 1, þá fá þau öll jafn pláss. En ef eitt af þeim af 4 itemum er 1 með 2, þá fær það 2 deilt með 2 deilt með 4, sem fær 50% af plássi. Þannig að við getum stýrt í hversu stór itemin eru innan containersins með flex. Síðan, þannig að það er flexbox, og það er svona það sem við erum að nota aðalega til þess að vinna með útlit og að læna útlit. Síðan fórum við yfir responsive, og þá náttúrulega þessar pælingar að við erum að búa til vef sem á að passa á öll tæki. Þannig að við erum ekki bara að hugsa það að búa til eitthvað sem passar vel á stóra, fína skjáin minn sem ég er með heima hjá mér í vinnunni. Heldur er ég alltaf líka að hugsa það að þetta passar vel í síma og einhver tæki sem við vitum ekkert hvernig verði í framtíðinni. Og skali VF-unum byggir í raun í mikilvægisröð á þessum þrennu sveigjanlegt umbrot sem byggir á einhverju grind, sveigjanlegum myndum og miðlum, þau passa inn í grindina, og síðan CSS Media Queries til þess að breyta því hvernig layoutið okkar er þegar það er ekki lengur pláss fyrir það sem við viljum. Þannig að það er ekki lengur pláss, meikar ekki lengur sens að vera með 3 hluti í línu, þannig að við viljum vera með 2 og svo 1, og þá getum við notað Media Queries til þess að breyta því hvernig það er gert. Þannig að við birtum sama efni, sama HTML og sömu slóð og aðlögum okkur að tækja, aðlögum okkur að plássinu sem við höfum. Og síðan tengt því er þessi mobile first pæling, sem byrjar þá á því að hugsa allt frá minni tækjum, bara hvernig á vefurinn og verkefnið okkar að birtast bara í minnstu tækjunum, og vinna okkur síðan upp á við
og þetta getur verið mjög gott þegar maður er að vinna svona stór verkefni og maður þarf virkilega að fókusa á það hvað skiptir máli og hvað ekki og í raun nota svona progressive enhancement. Það er meira pláss og þá getum við byggt meira. Sveigjanleg grind er sem sagt notar hlutfallsleg gildi, ekki nákvæm og síðan erum við með einhverja umgjörð, við erum með einhvern container, eitthvað main til dæmis, eitthvað wrapper, eitthvað element sem nær utan allt efnið okkar sem segir til hversu stórt má það verða í mesta lagi. Þá getum við notað max við. Síðan getum við notað með því að deila í raun bara stærðinni á því efni. Ef við erum með einhvern dálk sem á að vera 50 eða 600 pixlar í 900 pixlar container í einhverju hönnun, þá deilum við bara 600 í 900 og fáum út í raun hlutfallslegu stærðina sem við viljum að viðkomandi element hafi. Þannig að þá getum við breytt úr föstum hönnunum yfir í raun hlutfallslegt gildi. Og við notum yfirleitt prósentur þegar við vinnum með þetta, en við gætum líka alveg nota EM. Og það eru sumir sem gera það. Það er bara miklu meiri vinna. Síðan erum við með þessar sveigjanlegu myndir og miðla og þá erum við í grunninn að nota max við 100% á element sem segir bara að mynd má í mesta lagi vera 100% af containernum sínum sem þýðir að hún munir skalast upp og niður og svo getum við stýrt í hvernig hún skalast til dæmis til að passa upp á aspect ratio sitt og svo framvegis með því að nota svona trikk sem við skoðum svolítið eða nota object fit. Síðan höfum við media queries sem að ákveða þessa brotapunkta og þá getum við bæði sagt upp að einhverju ákveðni breidd eða vídd, bæði hæð og breidd virkar eða frá og með þá breytum við í raun hvernig vefurinn okkar lítur út og við getum andað þessu saman í flóknari reglur. Og svona media queries og progressive enhancement og þetta nota mobile first mjög sterk hugsun og líka þegar við fyrir að gera það með því að gera ráð fyrir því að hlutirnir okkar séu alltaf fyrst með við 100% og síðan í raun ef að það er meira pláss þá gefið þeim við 50%, þá passa þeir í tveir saman eða síðan 33% eða 25% eða whatever og við vinnum þetta í raun upp á við frá því að vera í minnstu upp í stærstu skjá er rosalega gott. Það er rosalega góð leið til að skrifa CSS og hugsa þessa hluti. CSS viðmiðunarreglur, það eru svona þegar við setjumst niður og erum að fara að vinna saman verkefni og við ákveðum hvernig ætlum við að skipta þessu upp, hvernig ætlum við að skrifa selektora, hvernig ætlum við að haga layoutinn okkar og svo framvegis og það er rosalega gott og svo getum við notað svona tilbúnar aðferðafræðir eins og BEM eða Suit CSS eða fleiri og BEM er svona ekkert voðalega mikið, það er ekki voðalega flókið en það verður rosalega þægilegt að þegar losnar maður við það þegar að hugsa hvernig maður skrifar í nöfnin og selektornum sínum. Maður er bara með eitthvað blokk og svo er maður með eitthvað element sem er undir blokkinu þá segir maður bara underscore og svo er maður eitthvað að breyta því hvernig þessi blokk á að haga sér og þá er maður með bandstrik til þess að í raun búa til þennan modifier og þá er þetta í raun að vinna sig gegn því að CSS er í raun bara allir selektorar eru í sama global skópinu og við getum þá þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að yfirskrifa eitthvað óvart. Svo erum við með animation þar sem við getum í raun átt við að hvernig hlutinni breytast á milli einhverja tveggja punkta og við getum notað transition og animation eigindin og transition það er þá hvernig við breytum því til dæmis hvernig bakgrunnslitur verður. Ef við hoverum yfir eitthvað þá segum við hvað er upphafsgildið og hvað er endagildið og síðan er ákveð löngum tíma viljum við að breytist þarna á milli og með hvað hröðun. Og hröðunin er skilgreind með Bézier-kúrfu eða einhverju lykilorði sem er tengt ákveðinni Bézier-kúrfu eins og ease in, out, ease out og svo framvegis. Animation leyfir okkur að búa til svona keyframes sem segir til á í raun lykil stöðum í hreyfingun okkar hvernig þetta á að líta út og síðan látum við vafran það að brúa þarna milli og þá getum við aftur skilgreint hröðun, tíma og er raun
bara hvert gildið er á hverjum á hverju gildi í hverjum keyframe. En þegar við fyrir að búa til flóknari eða bara búin til í raun animationir yfir höfuð, þá viljum við nota transform og til þess að breyta hlutum, af því að þær aðgerðir eru framkvæmdir á GPU-nu, á grafíska chipinu í tölvunum, en ekki á CPU sem er í raun að hugsa það að framkvæma bara aðrar aðgerðir. Og ef við gerum það ekki og við erum að animate eitthvað, við erum að animate einhvern hlut, það virkar vel fyrir 1 hlut, svo bætum við 10 hluti og ánum við vitum að þá eru bara allar tölur að takast á loft sem er að birta vefinn okkar. Og þetta er í raun hægt að nota þessar aðgerðir til þess að animata allt sem við myndum nota annarkvort position eða margin eða width eða height. Þá getum við nota translate, rotate, skew eða scale. Og svo er líka í lagi að nota opacity til þess að feita hluti inn og út. Og svo þegar við erum að gera eitthvað svona, ef við förum að animata og eiga við of mikið í einu, þá getum við lent í því að hlutinir okkar fara að vera junky, þeir fara að vera svona þeir fara ekki silki mjúkt á milli þeirra hluta eða milli þeirra staða sem við erum með, og þá er svona galdratalan 60 rammar á sekundu, en nú erum við að koma tæki sem eru með geta birt 120 Hz, því að 120 rammar á sekundu verða nýja viðmiði, sem er þá enn skemmri tími til þess að eiga við að gera hvern útreikning. Og ef að þegar þið farið að gera flóknari animationir, þá bara munið þetta að animation er frekar flókið dót. Ok, herri, við taka pásu til 10 mínútur í.